Komið þið sæl, Höldur bílaleiga Akureyrar stærsta bílaleiga landsins með hátt í 5.000 bíla í rekstri yfir sumartímann í það minnsta. Steingrímur Birgisson, forstjóri, velkominn. Takk fyrir kærlega. Vertíðin að hefjast núna eða hvað? Já, nú þetta alltaf að fara fullt hjá okkur. Maí svona startmánuðurinn, loka undirbúningu fyrir sumari. Hvernig undirbúiði vertíðina? Það væntanlega með því að kaupa inn bíla og svo framvegis? Það þarf að kaupa inn bíla, það þarf að skráða og það þarf að þjálfa starfsfólk. Náttúrulega undirbúningurinn hefst ári áður með verðsamningum við birgja og viðskiptaaðila, ferðaskrifstofur og slíka aðila. Og svo náttúrulega sem við eins og sé, bílaumboðinum, kaupa bílum, afhendingar á bílum. Og það þarf að merkja það og setja, eins og við erum farnir að setja allir trakkera í bíluna, það þarf að setja þá í bíluna eða svona tæki sem segir okkur hvar bílinn og hvernig honum rekið. Og merkja lykla og skrá inn í kerfin og þetta er heilmikill undirbúningur. Hversu marga bíla kaupir fyrirtæki á borð við Höld fyrir hverja vertíð? Í ár erum við að kaupa rétt 1100 bíla. Það hefur verið svona frá hruni hefur þetta svo sem rokka frá því að vera, ef ég maður rétt 50 bílar 2009 nýir, þá keyptum við þetta slatt á notuðum bílum og upp í einhverja 1500–1600 bíla þegar við keyptum mest sem var sennilega 2013 og 2014. Svo höfum við núna á síðustu 2 árum verið að fækka ný keyptum bílum, þar að segja nýjum bílum og höfum verið að keyptum í fyrra einhverja 1300 nýja bíla og 1100 og eitthvað í ár. Og það bara einfaldlega vegna sem við gerðum ráð fyrir að það yrði smávægilegur samdráttur á þessum tíma og sem hefur verið og erum bara að reyna að nýta flotann betur. En bílar sem að þið kaupið inn, hefur orðið breyting á síðustu árum, hvers konar bílar sem þið þurfið? Þetta ekki bara fólksbílar sem þið þurfið að vera með? Nei, breyting og breyting. Við erum alltaf verið að horfa til tækninýjunga og framfara og undanfarin ár höfum við náttúrulega verið að horfa ekki til rafbíla og plug-in hybrid bíla og slíks. Við höfum alla tíð verið að kaupa allt frá litlum 3 sæta bílum og upp í 17 sæta mínibössa, mínirútur sem við köllum það, húsbíla, sendla og þannig að við erum að taka í rauninni alla flóruna, má segja, af bílum og höfum alltaf gert. Landrótnir hérna í gamla daga sem þú kannski manst eftir, 9 sæta, þeir voru náttúrulega bara ekkert annað en svona mínirútur sko. Þannig að þetta hefur í rauninni lítið breyst og við höfum verið að kaupa af sömu birgjum, bílaumbúðum. Nánast bara frá því ég man eftir mér í þessum bransa, frá því bara í kringum 90. Þannig að það hefur ekki verið mikið að breytast allavega. Höldur, hversu stórt fyrirtæki þetta? Við erum bara nokkuð stór held ég. Við erum yfir vetrartímann, þá erum við svona 250–60 að starfa í fyrirtækinu, förum í ríflega 300 yfir sumarið. Erum náttúrulega með hátt í 5.000 bíla í rekstri yfir háanina sumarið. Það halverast nánast yfir veturinn, já, tæplega það kannski. Síðan erum við með að reka stórt og mikið verkstæði hérna fyrir norðan. Dekkjaverkstæði einnig hérna fyrir norðan á bílasölu og nokkuð umsvifað mikið líka í fasteignarekstri. Bílaleigan í rauninni eina einingin sem við erum að reka á landsvísu. Og við eins og allavega sem við vita þá tölum við náttúrulega útibúin okkar í Reykjavík og Keflavík því að aðalstöðvarnar og höfuðstöðvar fyrirtækisins eru hér en þetta er langstærsta rekstrareiningin bílaleigan í Reykjavík og Keflavík á því svæðinu því þar eru jú 90% af ferðamönnum að koma til landsins. Það þannig að útlendingar eru ykkar langstærstu viðskiptavinir? Nei, alls ekki. Við erum kannski pínu sérstöðu þarna samanborið við margar aðrar bílaleigur. Þeir eru stór þáttur sjálfsögðu hjá okkur, útlendingarnir og erlendir ferðamenn þá fyrst og fremst. En við erum mjög stór líka á innlendamarkaðnum með samninga við fyrirtæki, ríki, sveitarfélög og svo framvegis. Þannig að innlendi markaðurinn skiptir okkur mjög miklu máli líka og erlend velta okkar hún nær ekki helmingnum af veltunni þannig að
íslenski markaðurinn stór og mikill. Í fyrirtæki á borð við höld þegar þið eru að markaðsetja fyrirtækið erlendis, útlendingar vita fæstir höld með allri virðingu fyrir fyrirtækið, en fyrir höldi. En hvernig markaðsetið þið ykkar fyrirtæki úti til þess að ná inn viðskiptavinum? Og við erum náttúrulega búin að vera ansi lengi í þessu frá því 1974 og fyrirtækið stofnaði 1974. Þannig að, og þá strax fara menn að markaðsetja bara Ísland og ná sambandi við ferðaskrifstofur og ferðaheildsal og slíkt. Og við höfum viðhaldið þeim samböndum á sjálfsögðu. Við förum að ferða sýningar, ferða kaupstefnur þar sem að maður er að kynna land og þjóð og okkur þá. Og svo erum við með, og í rauninni þessir samningar sem við höfum verið með við þessar ferðaskrifstofur, við getum rakið suma þeirra alveg aftur til ársins 1974. Búin að vera þarna í samstarfi í marga áratugi. Og átt traust og gott viðskiptasamband við þessa aðila. Svo alltaf einhverju nýir og það haldin árlega til dæmis ferðakaupstefna sem heitir West Norden ferðakaupstefnan og hefur nú verið haldin hérna á Akureyri allavega 3 eða 4 sinnum. Og þetta eru mjög mikilvægir punktar þar sem við erum að hitta nýja viðskiptavini líka og kynna okkur og þá þjónustu sem við erum upp á að bjóða. Nú og svo lokum erum við náttúrulega með svokallaðan franchisee samning, þýða það, þjónustu samning við Europcar og þar erum við kynnt náttúrulega líka. Hvað segir til dæmis Europcar þá þjónustu sem að þið eru að veita á Íslandi? Hversu framarlega standa Íslandingar í ferðaþjónustu á þessu sviði? Mjög framarlega. Og þeir gapa nú alltaf þeir heyra fjöldan af bílaleigubílum og fjöldan af bílalegum á Íslandi og fjöldan af ferðamönnum það gapa sumir yfir því aðrir ekki stundum kannski tek þann vinkil aðeins að við vorum með 2,1 milljón ferðamenn á síðasta ári. Guinness verksmiðjan í Dublin fær held ég 1,5 milljón ferðamenn á einu ári. Þannig að þetta er svolítið spurning skipulag. En þjónusta sem við erum að veita á Íslandi er mjög há og við erum eins og í Keflavík þar opið allan sólarhringinn sem er alls ekki algilt. Við erum að veita miklu meiri upplýsingar til okkar viðskiptavina, til ferðamannana land og helstu hættur, bílana og vegakerfið og svo framvegis. Þannig að þetta er rauninni hlutir sem að nánast þekkjast ekki erlendis. Við til dæmis gefum út tímarit sem við afhendum öllum okkar viðskiptavinum. Þar sem við erum að rekja svona helstu hættur og hvað ber að varast, innbreiðar brýr og búfénað við vegi og svo framvegis, hraðan og allt þetta. Akstur yfir ár og ég get haldið áfram að telja allan dag. Þetta þekkist hvergi. Og ég vil meina að við stöndum gríðarlega framalega ef ekki hreinlega fremst í heiminum hvað þetta varðar. Er mismunandi svona eftir heimsálfum hvernig bíla fólk velur? Eru Kínverjar að vilja öðruvísi bíl heldur en Ítalir? Það kannski, ég myndi ekki segja mikill munur. Það var hérna í den þá vildu þjóðverðirnir bara þýskmerki og svo framvegis Mér finnst það hafa minnkað, en það er kannski helst þessi skipting milli hvort að fólk vill beinskipta bíla eða sjálfskipta bíla. Ameríka vill frekar sjálfskipt, á meðan Evrópa, sérstaklega Mið-Evrópa, vill frekar beinskipta bíla. Og það er bara hefðin fyrir því. Skandinavía eða Norðurlöndin, þar er svona, ég myndi nú segja alveg svona 50-50, menn þekkja mjög vel sjálfskipta bíla þar. En það er ennþá þannig að Þjóðverjar, Frakkar, Ítalir, Hollendingar, þeir eru svona frekar óskeftir beinskiptum bílum. En hvort þetta er 3 sæta bíl eða 5 sæta bíl og hvort það er þetta merkið eða hitt, sú krafa hefur nánast horfið held ég. Hvað með rafbílana? Rafbílarnir, þeim fer fjölgandi og hratt fjölgandi og mun gera það en rauninni sá pakki tekur tíma og það er til dæmis mjög athyglisvert að taka eftir því að umræðan rafbíla hér á Íslandi er að mínum að allt of svona byggt bara á óraunhæfum hugmyndum. Við höfum við höfum hreinasta rafmagn í heimi
og við má nýta okkur það, en það gerist ekki einni nóttu og hér voru uppi hugmyndir í fyrra til dæmis það skylda bílaleigur til þess að kaupa bara rafbíla. Við getum ekki einu sinni keypt bara rafbíla ef við vildum vegna þess að framleiðendur hafa ekki undan og framleiðendur eru ekki bara tilbúnir í það efni. Framleiðendur eru í dag að reisa verksmiðjur til þess að geta aukið framleiðsluna af rafbílum. Þannig að þetta tekur allt svolítinn tíma. Ég vil meina það að Ísland sé hendi einstaklega vel sem land fyrir bæði rafbíla og svo þessa tvíorku eða plug-in bíla, plug-in hybrid bíla og svo framvegis. Vegna þess að hér hægt að keyra mjög mikið af sinni daglegu þörf á bara rafmagni, en þegar þetta fara lengra á milli landshluta þá þarftu kannski frekar að geta treyst á aðra orkugjafa og þá henta plug-in bílarnir mjög vel. Og það svona dregur úr þörfinni á innviðauppbyggingunni sem er gríðarleg. Þörfin á innviðauppbyggingu er mikil og við erum búin að vera með rafbíla hjá okkur síðan 2007 keyptum við fyrstu rafbílana og það er í rauninni í ár í fyrsta sinn sem að ferðaskrifstofur hafa tekið inn rafbíla í sína pakka, í sitt vöruframboð, einfaldlega vegna þess að það hefur ekki verið hægt fram að þessu, vegna þess að drægnin á bílunum hefur ekki verið næg til þess að komast milli staða. Núna drægni rafbíla að aukast hratt og svona hleðslu möguleikum fer hratt fjölgandi líka. Ég segi reyndar og ég held að menn séu nú flestir sammála þá orðnir í dag að hleðslan á rafbíl gerist við heimahús gistingu fyrirtæki, ekki á rauninni þessum hefðbundnu bensínstöðum okkar í dag. Þar verða meira svona reddingarnar þegar menn eru að koma sér á milli staða. Það segir sig sjálft að við tökum bara staðaskála sem dæmi. Ég held að það verði seint þannig að þar geti stoppað, eða allavega ekki á næstu árum, þar geti stoppað kannski 200 bílar til þess að hlaða í hálftíma eða hvað það er. Þannig að þetta eru þá fyrst og fremst hótelin til dæmis og hlaði yfir nótt. Þetta eru hótelin, gistiheimilin, bændagistingin, ferðarþjónusta bænda til dæmis, þeir eru með verkefni í gangi. Það sem í samstarfi við bændur að koma upp hleðslustöðum á sínum gististöðum. Orka náttúrunnar setti upp hleðslustöð, held ég að það hefur Orka náttúrunnar sem setti upp við Fosshótel á Mývatni og fleiri stöðum náttúrulega. Og það á þessum stöðum sem fólk að hlaða nú á vinnustað og svo heima. Finnst þér þessi uppbygging, þessi innviða uppbygging, finnst þér hún ganga á hægt fyrir sig? Nei, í rauninni ekki. Við erum ekki það efnuð, Íslendingar eða íslenska þjóðin, að við getum farið á undan þróuninni ef svo mætti orðið komast þarna. Við verðum að taka eitt skref í einu eins og góðir hlutir gerast hægt, ekki of hægt, sjálfsögðu. Við þurfum að taka eitt skref í einu og nú búið að koma upp hleðslustöðum hringinn í kringum landið þannig að með þokkalega drægni, á bíl með ágætisdrægni, einhverja 250 km drægni eða svo, þá áttu hæglega að geta keyrt hringinn án mikilla óþæginda. En það ekki lengra síðan inn í fyrra að það tók okkur 12 tíma að keyra til Akureyrar á ákveðinni tegund rafbíls og það tók okkur 12 tíma að keyra til Egilsstaða frá Reykjavík í báðum tilfellum, sem bara of langt fyrir viðskiptavininn. Og núna í rauninni í ár þegar við erum farin að sjá rafbíla sem eru komin með drægni upp í 300-400 og jafnvel meira kílómetra drægni, þá erum við alveg farin að tala saman það að þetta sé orðið boðlegt til ferðamanna líka. Tölum aðeins meira höld og reksturinn, þetta er 350 manna fyrirtæki, eitthvað svoleiðis. Já, svona yfir sumarið þá kannski, við fyrir ekki 350 ennþá, en ég er samt ánægður með viðhorfið hjá þér, sko. Þetta stefnir þangað. Stefnir þangað. Þetta er stórt fyrirtæki. Mér er sagt að þið stjórnendur og eigendur leggið ríka áherslu á að skapa svona fjölskyldumóral innan fyrirtækisins. Já, við leggjum mikla áherslu á það. Fyrirtæki er náttúrulega upphaflega fjölskyldufyrirtæki. Stofnað af þeim Kennedy-bræðrum, svokölluðu, Bigga, Villa og Skúla og hjá þeim unnu síðan bræður þeirra tveir líka, Baldur og Eyjólfur og hefur alla tíð verið rekið sem slíkt. Við sem eigum fyrirtæki í dag, við
keyptum þetta þá bara út 2003 og læriðum að sjálfsögða af þeim og unnum hjá þeim sín tíma og þú reynir þegar þú ert í þessum hlutum, þá reynir náttúrulega að taka með þér það sem þér finnst ganga vel og gera vel og við horfum klárlega til þess að reyna að reka þetta sem fjölskyldufyrirtæki og allur bragur og andi á að vera sem slíkur. Við reynum að gera eins vel við okkar starfsfólk sem við getum, skapa góða starfsaðstöðu, góðan starfsanda. Fólk hafi gaman að sem það er að gera, skiptir gríðarlega miklu máli og reynum að þjálfa okkar fólk bara eins mikið eins og við mögulega getum í þessum efnum. Hvað með starfsmannaveltu til dæmis? Þú ert með þú ert með höfuðstöðvarnar á Akureyri. Það má svo sem alveg spyrja, ertu ekki með höfuðstöðvarnar á snarvittlausu stað? Veltan nánast öll í Reykjavík. Það má alveg fara rauk fyrir því og við erum oftur spyrjað þessu af hverju ósköpunum með höfuðstöðvarnar fyrir norðan. Fyrirtæki er náttúrulega stofnað hér og hefur sína sögu hér og við eigendur fyrirtækisins, okkur er mjög annt það að fyrirtæki sé með sínar höfuðstöðvar hér, þó svo að það sé vissulega dýrara að mörgu leyti. Því fylgir ferðakostnaður, óþægindi og við það að vera í rauninni fjærri kannski stærstu viðskiptavinunum og fjærri þeim markaði sem er langstærstu sem er náttúrulega suðvesturhornið. Á móti kemur að hér fyrir norðan eins og ég sagði áðan fyrirtækjastofnað, hér höfum við grunninn. Starfsmannaveltan, hún er í rauninni ótrúlega lítil hjá okkur, hvort sem er hér fyrir norðan eða á Reykjavíkursvæðinu, hún er kannski ögn meiri þar. Hér hefur myndast náttúrulega gríðarlega mikil þekking og reynsla og við erum bara svolítið sveitamenn í okkur og viljum reka fyrirtæki hér með við getum það og vonandi getum við það bara aldur og ævi og mann hefur fundið svolítið dapurt að horfa upp á hvert fyrirtæki fætur öðru flytja suður ef svo mætti orðið komast og þetta skiptir miklu máli fyrir samfélagi eins og Eyjafjörð og Akureyri eða Norðurland bara að það séu fyrirtæki sem eru með sínar höfuðstöðvar á þessu svæði en ekki bara eintóm útibú. Hafið þið á einhverjum tímapunkti íhugað alvarlega að flytja starfsemina suður alfarið? Nei, ég held að það sé bara mjög stutt svar og gott í því. Svo umræða hefur komið upp alveg og auðvitað hefur maður lent í rimmu við aðila eða kannski ekki rimmu en viðræðum við aðila þessi mál en svo fremi að okkur sé sköpuð svo aðstæða sem við þurfum hérna þá vil ég það ekki. En auðvitað það þarf ákveðin aðstöðu, við þurfum svæði, við þurfum pláss, við þurfum fólk, við þurfum fullt af bílastæðum og allt þetta kallar á samtal við ríki, sveitarfélög og svo framvegis. Þannig að þar sem við erum velkomin, þar viljum við vera. Þannig að reksturinn er ekki bara svona einfalt Excel-skjal, það eru margir aðrir þættir eins og þekking og svo framvegis. Algjörlega og sko ef við myndum horfa á einfalda Excel-skjalið sem nú stundum flókið líka, þá væri klárlega ekkert vitið að vera með öll þessi útibú sem við erum með hringinn í kringum landið. Ef við myndum bara horfa á reksturinn á hverjum stað fyrir sig, við erum með ríflega 20 útibú hringinn í kringum landið og það væri lítið vitið að vera á sömum stöðum ef við myndum bara horfa á þær tölur. En við lítum svo á að við séum landsbyggðarfyrirtæki, við erum að þjónusta alla landsbyggðina og við erum að þjónusta suðvesturhornið með það að geta komist út á land og geta tekið bíla á einum stað og skilað öðrum og þá skiptir náttúrulega miklu máli að vera á þessum stærstu og helstu stöðum landsins. Einhvern tíma var sögð sú saga af þér að þú spyrðir jafnvel fyrst þegar einhver kemur og spyr vinnu, hefurðu verið í sveit og svo spyrðu prófið? Já, það passar alveg. Hann verið gert grína meira með þetta á ásatíðan og við horfum mikið á reynslu. Við leggjum mikið upp úr því að fólk sem hefur einhverja reynslu, reynslan er ekki síður mikilvæg heldur en bækurnar og námið og þetta þarf alltaf að fara saman. En fólk sem kemur úr sveit, ég bara fullyrði með fullri virðingu fyrir fólki sem býr á mögulegni, ég nú sjálfur fæddur og uppalinn í Reykjavík, sko, þó ég sé ættaður hérna á norðan, en ég fullyrði það að fólk sem kemur úr sveit almennt
ekki einoka það en almennt, hefur bara, það kann meira bjarga sér. Það hefur þurft að fara út á vinnumarkaðinn eða talum ekki með út á sveitabíli eða aðstöðu við búverkin eða bústörfin bara frá barnsaldri og þetta fólk bara kann meira bjarga sér og kann meira að vinna. Og það var ansi skemmtilegt sko þegar gerðu grín að þessu ásatíðin að mér að þá kom inn einhver jakkafattaklæddur stífbónaður einstaklingur með skjalatöskuna og sótt starf hjá okkur og með prófinu öll upp á 10 og sá sem lék mig, hann leist nú svona la á einstaklingin. Svo kom inn einhver sem var svona nánast eins og dreginn upp úr moldarskurði einhverjum og hann var ráðinn á staðnum af því að hann var frá Þórshöfn minnir mig. Þannig að þetta bara þá hluti af þessu að búa til þennan fjölskyldumóral sem þið viljið kalla fram. Já, við reynum náttúrulega, þegar þú ert að reka fyrirtæki þá skiptir miklu máli að hópurinn bara passi vel saman. Og þegar þú ert að ráða fólk þá skiptir miklu máli að finna réttu einstaklingana, fólk sem er tilbúið til að leggja á sig, fólk sem er tilbúið til þess að hlaupa þegar það þarf að hlaupa. Þannig við erum þjónustu fyrirtæki og lykilorð okkar einmitt þínar þarfir okkar þjónusta. Þá þurfum við að hlaupa og þá þarf fólki okkar að vera tilbúið til að hlaupa eftir þínum þörfum eða okkar viðskiptavina. Þannig að það skiptir miklu máli að við ráðningar að búa til þennan rétta hóp sem allir er tilbúin til að vinna í sömu átt. En það nú ýmislegt sem að þið ráðið ekkert við, óvissu þættir til dæmis í svona rekstri. Þið væntanlega að kaupa inn bíla eða taka ákvarðanir innkaup með talsvert löngum fyrirvara og svo er það gengisþróunin. Óvissuþættirnir eru margir, það eins og þú segir, við þurfum að festa bílakaupin svona í kringum áramótin, upp úr áramótunum. Þá veistu oft lítið hvað er framundan. Auðvitað byggjum við á reynslu, en þú ert samt alltaf svolítið að setja fingurinn upp í loftið og gíska á hver verður vindáttin og hversu sterkur verður vindurinn. Síðan er það, sko, gengir í rauninni og hefur undanfarin ár verið okkar versti óvinur, það er engin launung. Og ég fullyrði nú þegar þegar evran fór niður fyrir 140 krónuna þá varð Ísland dýrt og þegar hún fór niður fyrir 130 þá fór ferðaþjónustan að tapa. Þannig ég ætla rétt að vona fyrir útflutningsgreinarnar allavega að evran svona fara að nálgast 140 krónuna meira. Við finnum það alveg að þegar evran var að fara að nálgast þá stöðu í lok síðasta árs að þá jukust bókanir og svo dró úr þeim þegar hún fór nær 135 krónunum og jafnvel niður fyrir það núna í vetur. Þannig að það skiptir ferðaþjónustuna miklu máli að við séum ekki, að gengi krónunar sé ekki of sterkt upp á það að gera að ferðamönnum finnist við bara einfaldlega ekki vera of dýr. Við erum nú þegar mjög dýr. Ísland er, hvort sem okkur líkar betur að vera, hálaunaland, við erum dýrt land. Og þannig að fyrir ferðamenn að heimsækja Ísland er bara heilmikið mál og skiptir miklu máli að við getum verðlagt okkur svona eins hagstætt eins og hægt er. Hvað með stjórnmálsaðgerðir? Það er, væri nú sennilega Nú er nú farið að hitta svolítið í þér. Sérkapítuli, það er náttúrulega bara ömurlegt að þurfa að standa nánast í stríði ef manni finnst á köflum við stjórnvöld. Og hverju einasta ári núna, hverju einasta hausti frá því bara kringum 2012 þá höfum við staðið stappi við stjórnvöldum, til dæmis auknar álögur á bílaleigugreinina og því stappi lauk heila núna síðastliðið haust þar sem með fullnaði sigri stjórnvalda ef svo mætti orðið komast. Þar sem á okkur voru lögð full vörugjöld, það er hvergi í heiminum sem að það þekkist. Þannig þegar maður bera saman verð á bílum hér samanborið við erlendis, samanborið við kostnað erlendis, þá er það ekki líku saman, þá er ekki hægt að bera það saman. Nú erum við komið semst á okkur full vörugjöld. Við erum að bera í hærra þrepi að virðisaukaskatti og með einna hæsta virðisaukaskatt allavega í Evrópu. Náttúrulega flutningskostnaður til landsins er hár og mikill. Tjónatíðni hér er tiltölulega há vegna vegakerfisins sem er bara því miður ekki nógu gott. Sem þýðir það tryggingar á bílum Íslandi mjög háar. Þannig að stapp við vegagerðum vegabætur, stapp við stjórnvöldum tolla og vaskmál
leyfismál og fleira. Þetta bara, já, það heldur fullt að þurfa að eyða sko mörgum vikum á hver einasta ári í slíkan slag þegar þú vilt geta einbeitt þér að rekstrinum og viðskiptavinunum. Þannig að svona helstu óvissu þættirnir í rekstrinu það er gengisþróunin og svo stjórnvaldsaðgerðir. Já, bara sem dæmi, nýjasti slagurinn okkar er sá kannski að stjórnvöld settu það inn í lög að rekstraraðilum vaðlaheiðarganga, þeim er heimilt að rukka okkur kostnað við það að færa gegnum göngin og allt í góða með það að þeir hefði haft eitthvað samstarf og samráð við okkur það sem var ekki. Núna er verið að reyna að finna eitthvað flöt á því. Rekstraraðilar bílastæða eru sumir hverjir farnir að gera okkur, bílaleigurnar, ábyrg fyrir bílastæðugjöldum viðskiptavina sinna og það hefur verið uppi hugmyndir hjá stjórnkerfinu það að gera bílaleigurnar ábyrga fyrir ekki bara stöðusektum heldur líka hraðasektum ökumanna. Ég spyr bara, fyrir hverju eigum við ekki að vera ábyrg þá? Ef við eigum að vera orðin ábyrg fyrir stöðumælasektum, fyrir hraðasektum og fyrir veggjöldum, þá erum við orðnir meiri innheimtumenn ríkissjóðs heldur nokkuð annað, sko. Og þetta er náttúrulega og lítið sem ekkert samráð eða samtal haft við okkur þessi mál, sem er náttúrulega óþolandi og gríðarlega erfitt að standa í slíku stappi. Þetta er svona svipað eins og ég hef sagt, eigum þá ekki bara að gera forsætisráðherra ábyrgan fyrir öllum afbrotum Íslendinga. Þetta er stórt og mikið vandamál, en kannski vandamál þjóðarinnar er að nokkuð stór hluti líklega kann ekki að beygja höld. Ég ætla ekki að segja þessi vandamál þjóðarinnar, en höldur beygist eins og hestur, fyrir þá sem að vita kannski hvernig hestur beygist. Hér er höldur höld frá höldi til hölds. Og þá kunnum við það. Þá kunnum við það. Steingrímur Birgisson, forstjóri Hölds, þakka þér fyrir spjallið. Takk hérlega sömuleiðis.